lífeyrissjóðir eru stórir í hlutafápnum, maður getur ætlað að fyrir fjárfesta sé áhugavert, svona fjárfesta sem horfi til ekki mikillar áhættu en vilji fá arðsemi að horfa til ykkar, en þið vilji ekki samt láta bera ykkur saman við skuldabréf eða neitt slíkt, þið eru dýnamískari en það ef ég... Jú, við erum það og kannski erum að vera það í ríkari mæli. Það svona, hefur stundur verið sagt í gríni að fasteignafélögin séu eins og skuldabréf og maður skilur það sjónarmið þegar menn geta hort á rekstrareiningin og spáð fyrir niðurstöðuna plus minus 1% í árslok, þá segja menn, jú, þetta lítur út eins og skuldabréf. Já. En það náttúrulega helgast að því að útleigusamningarnir eru verðtryggðir og fyrirsjáanlegir, þannig að þú veist nokkuð við hvernig tekjurnar eru. En þetta er allt í þróun og ég tek svona, þegar ég byrja að líta á þetta, þegar ég kem inn fyrir ári síðan, þá skoða þessa dýnamík sem er í gangi. Við séum líka, það þarf að félögum þurfa að aðgreina sig frá hvort öðru. Ég segi það vegna þess að þau eru kannski 3-4 markaði í dag og samanlagt eiga þú eignir upp á svona rúmlega 1,5 milljón fermetra. Og þessi fyrirtæki öll að stækka bara með það að kaupa eignir af Jón og Sigg út í bæ og halda áfram að leigja út þetta típiska svona fasteignafélag leikurinn sko, þá þarf svona ein kringla, eitthvað svona bætast við á hverju ári. Það þurfa fermetra á stærðargráðun ein kringla til að halda við. Ef menn að gefa þessu einhver 5% vöxt. Og auðvitað er Ísland ekki það stórt að það skapi svona marga fermetra á hverju ári. Hirti heila kringlu til þess að halda bara við hjá ykkur. Já, þannig að það segir mér að þetta hefðbundna munstur, það mun verða aukið samkeppni og við sjáum líka kannski að hamlanar komin að marka eru litlar. Það er margir sem eiga peningu í buddunni þeir stofna sér fasteignafélög. Þannig ég horfði svolítið á það sem eitthvað svona, það er ákveðið business model, en ég vil endilega sko það hefur verið að leggja á áherslu á það að byggja upp eitthvað sem við köllum þekkingar og þróunarfélag og í því er samkeppnisforskot og það er margar ástæður fyrir því. Þannig ég verið að breyta þessu hefðbundna fasteignafélagsmódeli sem er jú alltaf okkar hryggjar stykki í að fara dýpri í þróunar og þekkingarverkefni. Og þar þar meiri arðsemi? Já, þar er fyrstulega meiri arðsemi. Arðsemin er sjálfur sér, við setjum einhverja röð, þá er minnst arðsemi því að kaupa eignir út í bæ, í samkeppni við alla hina. Næstmest arðsemin er að taka einhverja eign á eins og til dæmis Icelandir skrifstofurnar á Nauthólsveginum og endurbæta þær. Það er oft mjög arðsemi framkvæmt oftast. Og svo þriðja þá, það sem er arðsamast, er að taka þetta algjörlega frá grunni. Og það er mér sér eins og þrónareitur sem við eigum upp í Korputún í Mosfellsbæ. Og það er líka, ertu ekki vandrað með samkeppniseftirlitið, það er samkeppniseftirlitið orðið stærri svona hluti í allar þessi mengi, ef þú ert að kaupa eignir út á markaði, kaupir eitthvað sæmilega stóra eign, þá ertu strax komin upp í það, er þetta samkeppnismálið ekki og verður það ríkari og ríkari mæli. Ef þú byggir þetta sjálfur frá grunni, þá er ekki slíkt að ræða. Það er allt annað mál. Og þannig að ég verið að þróa þetta svona þessa hugmyndafræði svolítið innan fyrirtækisins að líta á breiðari tækifæri. Og þá sérstaklega sem við kallaðum svona þjóðhagslega arðbær fyrirtæki. Við erum með þeirri lúxustöð á Íslandi, fasteignafélögin, að hér er að nóg að taka. Það er mikil innviðaskuld, það er breyting og aldurssamsetningu þjóðarinnar og svo framvegis. Þannig ég hef sagt sko fjölga eignaflokkum og fara dýpri inn í verkefnin. Og því segi fjölga eignaflokkum þá lítið til dæmis á hluti eins og hjúkrunarheimilin. Fjöldi Íslendinga yfir 8 mun tvöfaldast á næstu 10 árum. Þetta er eftirspurn sem er ekkert að fara. Okkur langar að taka þátt í þessu verkefni. Annað er íbúðaþróun. Við erum búin að horfa á, það er talað núna að vanti 4.500 íbúðir fram til ársins 2050. Það er vegna fólksfjölgunar, það er vegna þess að það eru færri á hverju íbúð en að vera áður. Öll þessi dýnamik, sem makrodýnamik er að spila inn í þetta. Þannig ég vil að við verum þáttakendur í þessum verkefni sem eru skipta máli í þjóðfélaginu. Og við erum akkurat við erum að byggja íbúðir í Kringlunni, 420 íbúð þar og erum aðrar íbúðapælingar líka á Tengjaborginu. Þannig að ég vil snúa fyrirtækinu svolítið leggja aukna áherslu á þessa þætti sem eru þjóðhagslega arðbærir og er eftirspurn fyrir.